Komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn okkar 21 á þessu þriðjudagskvöldi, frétta og umræðu þátturinn okkar næsta klukkutíman og við ætlum að tala íslenska verslun. Íslenskir neytendur eru í stuði. Það var svartur föstudagur síðasta föstudag, svo var Cyber Monday í gær. Það fleira í þessa veru sko. Mér finnst allt saman mjög skrítið. Við tökum fullan þátt í þessu. Sko, þessi svarti föstudagur, hann markar upphafið að jólaversluninni, segir sá sérfræðingur sem ég ætla að tala við eftir, þið skulu ekki missa því, fullt af skemmtilegum fræðandi athugasemdum sem hann hefur að gera við íslenska verslun. Já, hjarðhegðun náttúrulega sjálfsögðu og svo bara hver verður jólagjöfin í ár og hver var hann í fyrra? Ritstjórnin verður svo líka á sínum stað. Björgvin Guðni Sigurðsson og Ingimar Karl Helgason ætla að setjast hjá mér. Báðir þraut reyndir bæði úr fjölmiðlum og af þingi reyndarlega Björgvin og við ætlum að tala alþjóðahyggju og þjóðernishyggju sem að sækja í sig veðri á kostnað alþjóðahyggju og spurningin er þetta pólitíska dagur við það að segja skil við EES-samninginn, orðin innantóm eða eitthvað meira? Við ætlum að ræða það eftir. Einmitt. Og svo það skíðahetja sem svo flink að það búið að búa til bíómynd hana. Þetta Vestur-Íslendingur Hjörleifsson. Hann í þessari mynd sem að sýnd verður í Bíó Paradís, held ég ábyggilega í kvöld. Algjörbrjálægur. En östudafréttunum í dag, tölvupóstur Skúla Mohansson hefur vakið mikla athygli. Sko, ætlar hann hafi verið að reyna að auka líkurnar á að fá eitthvað fyrir fyrirtæki með því að læða því að það verður fleiri hituna heldur en Icelandair. Já, sko, svo kaup með bréf Icelandair. Verslun með þau voru stöðvuð, var stöðvuð og fjármálaeftirlitið vegna þess að það skorti ennþá einhverju upplýsingar fyrir þannig hlutafundi á Icelandair. Og í þetta kemur þessi tölvupóstur, það sem að Skúli segir, það vilja fleiri kaupa mig. En heldur hann hafi kannski ítt á vitlaus að takka, sett allir Allir? Ég veit það ekki, en þetta gætu verið svona taktík og svo þetta kannski bara akkurat staðreind að það séu fleiri að byrja í víurnar við WOW en það sem stendur upp úr náttúrulega að þessi samruni alls ekki orðin að veruleika, Samkeppniseftirlitið áttar að skoða markið í þeim efnum. Ferðaþjónustunnar svona að finna fyrir Já, þetta leiðilegt dæmi. Já, hér íshellafyrirtæki að segja þetta gott og leggja upp laupana. Nýjar tölur frá Íshafi að segja líka að þeir eru að spá kannski minni aukningu en verið hefur, þannig að kannski íslenska ferðaþjónustunnar standa frammi fyrir því að hún að verða of dýr fyrir venjulegan kunnóttur heimi. Já, sko, þetta íshellafyrirtæki sem fer í svona 3 daga ferðir. Lúxusferðir. Já, íshellaskoðun, þetta eru dýrar ferðir, alveg upp undir 300.000 krónur og sumir höfðu keypt þetta gegn PayPal bara í byrjun ársins. Og það sem sé búið að greiða þessar ferðir og að borga þessar ferðir. Fyrirtæki svarar ekki síma, svarar ekki tölvupóstum og fólkið sem í útlöndum og ætla að fara í þessa ferði held ég bara í næstu viku. Það veit ekki neitt. Þá ekki að borgin að ganga í framkvæmdum, það fer allt fram úr áætlun og nú fréttin í Mogganum í dag Gröndalshúsið sem fer, takk fyrir, 297% fram úr áætlun og það hefur þegar verið ofta óskað eftir skýringum að hálfu minnihlutans í borginni. Áttu uppalega að kosta 40 milljónir, svo framreiknað einhverja 60 milljónir en endar í einhverjum ósköpum sem heita 238 milljónir króna sem eru vitaskuld nokkuð há fjárhæð fyrir að endurnýja þetta litla hús. Gullfallegt á réttum stað. Það fer greinilega meira en allt fram úr áætlun hjá blessari borginni. Já, það gerir það náttúrulega bara á stóran hluta á Íslandi. Já. Það ekki það. Þetta lenska. Hjó eftir grein eftir að Jón Steindar Valdimarsson í Fréttablaðinu í dag sem athyglisverð að mínu vikti. Þarna að fjalla svona alþjóðahyggjuna og þjóðernishygguna og það að verða svona ákveðin straumhvörf. Hann kallar greina sína víti að varast. Sagan geymir allt of mörg dæmi að frjálslynd öfl hafi sofið á verðinum og hörfað undan ágangi popúlistana og oftar en ekki með hörmulegum afleiðingum. Hann ekki alltaf varhug við því að þrengja landið of og loka sig af. Já, en þegar kemur íslenskri verslun þá erum við ekki aflokuð. Akkurat ekki og það Linda Blöndal sem ætlar að fara að setjast núna hjá góðum manni til að ræða hjarðhegðun Íslendinga þegar það kemur að kaupum á einhverju sem kannski óþarfi.
og við ætlum að byrja þáttinn í kvöld á íslenskum neytendum. Við ætlum að tala íslenska verslun og hann kominn hingað til minn, Kjartan Örn Sigurðsson, verslanagreiningu, sem áhorfendur okkar nú farnir að kannast við. Kjartan Örn, við vorum nú hérna, það var ekki langt síðan við vorum hérna að pæla í Costco sérstaklega, en byrjum á þessu. Sko, íslenskir neytendur eru í stuði. Nú hefur nýverið þessi svarti föstudagur. Já. Svo Cyber Monday, það var held ég í gær, var það ekki? Jú, og Singles Day þarna aðeins á undan. Já, hvaða dagar eru þetta? Hvaðan kemur? Já, sko, rosalegir kaupdagar. Já. Ef við byrjum á Singles Day, sko, Singles Day svolítið skemmtilegt. Þetta frá Austurlöndum, þetta kemur frá Kína og þetta ekki endilega dagur einstæðra, þetta svona dagurinn sem þú gerir eitthvað fyrir sjálfan þig. Og þar þetta þróast út í netmenningunni þar og þar það sem gerist að fólk þá hugsar hvað vantar mig og hvað langar mig í og yfir árið það að safna í körfu alls konar hluti sem það langar í. Síðan kemur Singles Day og þá kíkið það á körfuna, sér hver lækkunin og klárar innkaupin. Og þetta svona áhrif frá Asíu sem við erum aðeins að taka hérna heim. Íslenskir neytendur taka þátt í þessu. Já, við erum svona... Íslendingar eru að kaupa á þessu. Já, við höfum einhvern veginn ekki náð að gera okkar eigin hefðir. Við höfum ekki bóndadagsafsláttinn eða íslenska vörudaginn eða, þú veist, við höfum ekki búið til okkar. Við erum svona að sækja mitt út. Já, það sem okkur við spennandi úti, en við erum líka farin að ferðast meira og svona skoða heiminn. Svo kemur Black Friday. Og hvað Black Friday? Black Friday fékk nafni Black Friday. Hann svartur föstudagur, en hann dagurinn á eftir þakkargjörðarhátíðinni í Bandaríkjunum. Og hann var svartur vegna þess að það var gjörsamlega ómögulegt að komast á milli staði í umferðinni. Og þess vegna var að kallaði Black Friday. En það kannski svolítið langsótt að þá að það sé orðin einhver útsölu. Já, en svo þróast það þannig að menn byrja að segja, heyrðu, þetta dagurinn sem að verslun í Bandaríkjunum fer úr red í black, úr rauðu í svart, það að segja úr tap í hagnað og eftir þennan dag eiga allir að vera í hagnaði. Og það svona hinn pælingin á Black Friday. Black Friday hefur yfirleitt alltaf verið helgin, það að segja föstudagur, laugardagur og sunnudagur. Við eigum okkur einhverjar sérstakar útfærslur hérna sem alveg vikan og undan og svona. Já, útfærslur á því. Og svo í raun og veru kemur Cyber Monday, það kemur svona netverslanir sem eru eingöngu á netinu. Það að koma upp með þann dag svona til þess að búið til sinn dag, en líka var þetta fyrir hina til þess að lengja helgina. Þannig að þetta hins vegar tíminn, Black Friday, svarti föstudagurinn, dagurinn sem jólaverslun byrjar. Og það orðið staðreynd á Íslandi? Já, við viljum meina það. Gerðist það í ár? Nei, þetta gerðist eiginlega í fyrra. Þá, og aðeins byrjaði í hittifyrra, en í fyrra þá vorum við komið með stóru fyrirtækin eins og Elko. Þetta kemur svolítið með sprótafyrirtækinum eins og Heimkaup og þessum minniaðilum sem að verða til á markaði og að reyna að marka sér sérstuð og ná í þessa áhrifavalda. En svo þegar stóru fyrirtækin koma og taka þátt, þá sjáum við þessa miklu sprengingu. Hins vegar það sem okkur finnst svolítið leiðilegt. Og ég get alveg talað heilan geira út af fyrir sig í íslensku verslun og það til dæmis eins og útivistarfatnaður eða skíði og annað. Að við erum bara, kaupmenn ekki nógu góðir á Íslandi að hafa ákveðnar bjargir, það að segja resursa, til þess að stýra vefsíðunum sínum. Það bara svolítið leiðilegt að fyrirtæki þeim gera. Þau voru ekkert með, hvorki Black Friday inn í Cyber Monday. En hvernig bjargir þetta sem að... Þetta bara viðhald á vefsíðum. Já, svoleiðis. Þú veist, þetta það að horfa ekki á vefsíðu bara sem eitthvað skilti og utan á búðinni, heldur þarf hún að vera virk og tala. Þannig að svona, já, þetta komið. Þetta komið til að vera. Við munum örugglega búa til okkar eigin útfærslu sem verður svona íslenska útfærslan af Black Friday. Það var komin vísbending kannski það, Kjartan, vegna þess að í fyrra var þetta Black Friday. Já. Núna voru kaupmenn farnir að snúa þessu upp á íslenskuna. Já. Og svartur fössari sem svona skemmtileg nýrði, Þannig að það var mjög ábyrjandi í ár að þetta var, íslenskan var notuð. Já. Þýðir það ekki bara að við erum að tileinka þetta okkur enn frekar? Hefur við nokkuð tíma verslað eins mikið á þessu? Nei. Eins og núna? Nei, þetta var stærsti dagurinn, stærsti svarti föstudagurinn í íslensku verslun. Hins vegar þurfa við þurfum að ná einhverju jafnvægi. Íslenski kaupmenn eru kannski ekki að
gera svartan föstudag eins og hann gerðu til dæmis í Bandaríkjunum þar sem að þú lappar að verslun og það 50% af öllu í verslunni. Já, það gengi lengra. Það gengi miklu lengra. Það verið að, þú veist, eða þá að það 2 fyrir 1 á öllum vörum. Það bara gengið alla leið. Við ætlum bara að, og þetta notað sem dagurinn svona til þess að kynna nýju vörurnar. Kynna, þú veist, þetta á að vera jólavaran. Já. Herðu, förum þá í það. Sko, við ætlum að kíkja hans yfir árið eftir smá stund, en sko jólavaran, förum bara í jólagjafirnar í fyrra. Já, ok. Hverjar voru þær? Jólagjafirnar í fyrra, sko. Það voru eiginlega 3 vörur sem stóðu upp úr, það voru svona tæki. Það var í fyrsta lagi sous-vide-græjan. Það voru allir farnir að sous-vida kjötið sitt. Já, en... Hægelda kjötið í svona einhverju plasti eitthvað, já. Og það var bæði fyrirtækjagjöf hjá mörgum og svo var það undir jólatrénu hjá ansi mörgum. Þessi kom niður í geymslu? Já, ég veit ekki. Við fótan í tækinu. Við sáum líka að það var Karsér skúringavélin sem var komin inn á 3-4 hvert heimili hérna á tímabili. Hvað er það? Æðisleg vél, hún virkar eins og ryksuga nema hún skúrar, þú gengur gólfið og skúrar. Og sú vél hefur haldið áfram að seljast og bara alveg magnatæki. Það er það sé. Og síðan var það kannski, ef maður horfir tilbaka út af því að það ekki bara, þú veist, það eru svo margir sem taka þátt í þessu, að ég myndi segja að, við höfum upplýsingar um það, það voru 5.500 to-sing mikrofóna með hátalaraseldir fyrir síðustu jól. Þannig að þessar 3 vörur held ég hafi verið jólavörurnar 2017. Þetta mjög sérstakt. Já. Ég verð að segja það. En svo byrjar árið núna í ár. Já. Hvað getum við sagt um að verði? Þetta var reyndar 2018, samt sko, 2018 búið að vera svolítið skemmtilegt ár fyrir íslenska kaupmenn og neytendur vegna þess að fatabusinessin búin að fara upp úr öllu valdi. Og það kom til út af þeirri einföldu ástæðu að við vorum að útskrifa 2 stúdentsárganga. Stundum er þetta ekkert flókið. Nei, en þeir sem sáu það ekki fyrir, þeir áttu ekki til vörur, en ég held nú að flestir hafi verið alveg on top of things. Og, það þarf að fata upp náttúrulega sko ekki bara útskriftarbarnið. Nei, þetta fjölskyldan og þú sér að ef það eru 3.500 börn að útskrifast á ári úr framhaldsskólum, þá voru 7.000 núna og þetta gerist ekki á næsta ári. Og það er ágætt að kaupmenn skoði ekki sölutölurnar í fyrra og segja, þú veist, það verður kannski ekki 50% aukning aftur á milli ára. Svo erum við komin á jólunum núna, já. Þetta verða svolítið skemmtileg jól. Við höfum það ansi gott í dag. Við getum eiginlega ekkert kvartað. Erum við að finna 2007 stemninguna? Nei, ég held að við séum aðeins aðhaldssamari. Við erum ekki að veðsetja húsin okkar til þess að fara í einhverja einkaneyslu. Við erum að spara. En okkur finnst ekkert leiðilegt að lifa. Og verslun nýtur góðs af því. Og þó að vörur gerir okkur ekki hamingjusama, þá erum við Þurfum við að kaupa jólagjafir? Þá þurfum við að kaupa jólagjafir. Hvað sýnist þér verða ofan á? Sko, við erum búin að skoða þetta og bæði skoða hvaða trend er í gangi í augnablikinu. Og þetta eru svona, ég myndi segja, við viljum meina að þetta séu 2 hlutir sem eru að koma saman. Það er fyrsta lagi snjalltæki fyrir heimilið. Og þá erum við að tala um svona Amazon-vörur og Google-vörur, Amazon-hátalara sem tala við þig. Þú getur spurt hvernig veðrið er eða hvernig hljóðið í gate er eða hvað sem er. Eitthvað sem tölum við náttúrulega á ensku. Já, og svona Sonos-hátalara. En þessar Google og Amazon-vörur að koma mjög sterkar inn. Síðan, þú veist, þráðlaus heyrnartól, snjall tæknin og heimilið. Þetta er ekkert stóri pakkar, þetta er alveg viðráðanlegt og þetta eru skemmtilega gjafir og allir geta haft gaman að bæði yfir jólinu og svo áfram. Og svo eru svolítið magnaðir hlutir að gerast í heiminum og ég er búinn að ferðast í ár er ég búinn að ferðast mjög víða og í leitinni að svona hvar er næsta stóra bylting og til að svara spurningunum varðandi jólagjöfina þá verða það mögulega vörur sem eru merktar vörumerkjum sem við höfum ekki endilega þekkt áður. Til dæmis eins og Fortnite. Hvað er það? Já, akkurat. Fortnite er tölvuleikur sem er ofboðslega vinsæll í augnablikinu. Peysur merkta Fortnite eða vörumerkjum sem við þekkjum ekki endilega áður. Og af hverju erum við þarna?
sko, það voru fleiri sem horfðu á úrslitaleikinn í League of Legends online heldur en horfðu á NBA úrslitaleikinn og Super Bowl til samans. Ég skil. Það eru meiri tekjur í tölvuleikjabransanum heldur en í kvikmyndabransanum. Já. Og við erum að sjá sko núna að það eru lið út alla Evrópu, Barcelona, Manchester City, Bayern Munich, að ráða þessa tölvuleikja spilara bara eins og hvern annan fótboltamann. Ég skil. Og það eru komnar deildir og það er ekkert ólíklegt að það verði keppt í tölvuleikjum á næstu ólympíuleikum. Og liðin sem að kynslóðirnar eru að halda með ekki lengur Liverpool og Arsenal. Heldur eru það lið sem að keppa í tölvuleikjum. Sem við þekkjum ekki. Þetta er alveg geggjað fyrir svona risavél eins og mig. En hérna þetta, já, ég meina, maður sér þetta fyrir sér, af hverju ekki? Já. Og ég meina... Þannig að hérna, ég held að sko, bara veðja á eitthvað, ég held að við munum sjá fleiri í Fortnite-peysum eftir jólin heldur en fyrir jólin. Já, ég skil. Sko, segðu mér hérna, sko, varðandi jólaverslunina, hvenær verður mest að gera? Hvenær á ég að fara og versla? Já. Kaupin, já. Ráðleggingar til neytenda. Ráðleggingar til neytenda, takk. Sko, þetta er seinasti desember með 4 laugardögum þangað til 2022. Já. Það er svoleiðis og þetta er sem sagt 3. desember í röð með 4 laugardögum í. Já. Og það er... Á ég fara á laugardögum? Nei. Það verður mest að gera næstu 4 laugardaga. Ég skil, ég átti ekki að fara á laugardegi. Laugardagar verða stærstu verslunardagar til jóla. Já. Og það verður mest að gera á milli klukkan 2 og 4 og þá toppar það klukkan 4 næstu 4 laugardaga. Hvernig fáið þið þetta út hjá verslanum? Sko, við sjáum þetta bara í tölum sem við fáum út úr verslununum. Það er að segja talningartölum. Ég meina, það er bara hvað koma margar færslur í gegnum pósana og kassana á þessum tíma. Og svo er þetta orðið svolítið bara trendið sem við sjáum í rannsóknum út í heimi líka. Já. Hvort sem við erum að horfa á bandarískar eða evrópskar rannsóknir. En byrju, þú segir sko fram til hvað? 2022, hvað gerist þá? Þá koma aftur 4 laugardagar í desember. Já. Ég skil. En laugardagar, við erum búin að lifa núna 3 ár í röð, þar sem eru 4 laugardagar. Þetta er búið að vera frábæri desemberar fyrir kaupmenn, en þetta er seinasti desember núna í bili. Já. Og hérna... Sérstakt. Sko, sko fyrir kaupmennina? Já, ég meina þeir þurfa náttúrulega að hafa þetta í huga líka, sko, kaupmenninni, vegna þess að þú veist, þú þarft að manna þessa daga og þú þarft að passa þig að þú sért með búðirnar fullar af vörum yfir næstu vikurnar. Þú ert að passa þig á því að þú sért með þar mannaðar og þú ert ekki að senda fólk í mat og kaffi milli 2 og 4. Vegna þess að við vitum það fyrirfram að þetta er háannatími. Þetta er svona fyrir bankan í hádegishlíðinu og þá eru allir bankastarfsmennirnir líka í hádegishlíði. Já, þannig að hérna... en auðvitað sunnudagurinn 23. verður mjög busy. Það er einn dagur, laugardagurinn 22. sem er alltaf seinasti laugardagur undan jóla. Hann heitir Super Saturday í Bandaríkjunum. Það er dagur sem við höfum eftir að tileinka okkur á Íslandi. Super Saturday? Heldur að koma hingað? Já, sjáum til. Það er yfirleitt dagurinn sem þið setja auka afslátt og allt bara til þess að reyna að keyra sölun upp, sko. Mér langar að spyrja það út í eitt líka. Sko, nú náttúrulega hafa þjóðir þetta misjafnt. Bretarnir, sko, þeir eru, sko, hvað maður að segja, ýktustu neytendurnir yfir jólin. Já. Þeir eru hreinlega að kaupa bara sko, á hátíðinni. Já, það er svolítið öðruvísi jólamenningi í Bretlandi. Ég bjóð þar í 7 ár og hérna var þar yfir að minnstakosti 5 jól og reyndar svo átti ég enskan afa og við tókum jólin nokkru sinnum þarna úti. Þeir eru mjög yktir og ég meina þeir halda upp á jólin sín 25. mótni og þá er yfirleitt aðeins byrjað að staupa sig svona með eldamennskunni. Og fólk er svona að hvetja fólk annað til dáða í neyslunni framöndan. Það er líka hefð fyrir því að gefa innegnarkort. Þannig að þú veist, það er svo menn er svo löngu búin átt að segja á því að vörurnar eru ódýrar eftir jól heldur en fyrir jól. Þannig að inneignarkortin eru stór hluti. Og svo byrja Boxing Day sale, sko. 27. er risa dagur í breskri verslun. Boxing Day er annar í jólum. Já.
27. þá opna búðirnar og þá byrja útsölurnar. En sko, eru þá, þegar maður á að vera slaka hans á og halda jól, annan í jólum og svona, eru þeir þá bara á fullu að kaupa áfram? Já, sko, þeir eru búin að halda upp á jólin sín allan desember. Já. Það eru, hérna... Breytin dálítið mikið í koppum. Já, þetta er langur tími í jólum. Já. Við auðvitað gerum þetta sama með jólahlaðborðin okkar og villiborðar hlaðborðin okkar og þetta, en þeir eru svolítið magnaðar í þessu, sko, já. En þeir eru kannski farnir að pæla í þessu líka bara á, sko, jóladag. Hvað er þetta að gera daginn eftir, kaupa? Já, ekki spurning. Skoða og setja í körfu og svona? Já. Þetta er mikil neytenda þjóð. En sko, hérna, við byrjum náttúrulega á því að tala svartan föstudag og þetta. Bætist þetta við innkaupin yfir jóladagana á þessum laugardögum í desember til dæmis? Já, sko... Eða dreifist þetta bara meira? Nei, innkaupin byrja fyrr, og það má alveg reikna með því að við séum að þróa svona á sama stað og Bandaríkjamenn, þar sem að fjórðungur af ársveltunni eigi sér stað frá Black Friday til jóla. Þetta er gríðarleg velta í verslun og þjónustu sem á sér stað. Talandi það, ég fór að hugsa verslun og þjónustu. Ég var að segja, þú spurði mig áður jólagjafirnar. Ég held að við erum líka á því að menning verði jólagjöf í ár. Leikhúsmiði, tónleikar, við erum að... Af hverju? Já, sko, við erum komin svolítið á þann stað sem þjóða við eigum eiginlega allt. Okkur vanhagar ekki neitt. Og það er svolítið erfitt að gefa... Við höfum opbóðslega stóran hópa foreldrum, fólki sem er komið yfir 60 sem vanhagar ekki neitt. Fólk lifir lengur. Það lifir lengur og við erum bara, okkur langar að gefa upplifun. Og það er líka það sem við erum að sækjast eftir þegar við förum í verslun og erum að versla fyrir jólin. Við viljum fá þessu upplifun og það er reynda punktur til kaupmannina að móti. Sko, til þess að ná sem mestu, þá þurftu auðvitað að hafa starfsfólk þegar starfsfólki þarf að vera í búðinni. Þú þarft að vera með opnunartímann í lagi og þú þarft að vera með vörurnar, hillurnar fullar af vörum. En þú þarft líka að hugsa upplifunina sem slíka. Þú þarft að greina vörur, hvaða vörur eru tíndavörur og slasavörur. Tíndavörur eru vörur sem að seldust ekki í fyrra en eru kannski í úrvalinu þínu og hefðu átt að seljast í fyrra. Af hverju seldust það ekki í fyrra? Þú þarft að huga gullna hringnum. Hver er hringurinn sem fólki lappar í búðinni? Getur þú haft áhrif á þennan hring og í þessum hring ertu með rétta vöruvalið. Ertu með réttar vörur í gullna hringnum þínum og ertu að gera eitthvað til að krossselja. Það er svo gríðarlega, við verðum að bera opbóðslega virðingu fyrir því kaupmenn að neytandinn skyldi hafa komið inn til okkar í dag. Hvort sem það er ekki sjálfsagt mál. Nei. Það er mikil samkeppni. En þegar hann er kominn inn, þá á kaupmaðurinn bæði að aðstoða neytandann og gera allt sem er sínu valdið stendur til þess að fjölga vörum í körfu. Vegna þess að þannig hefur bæði kaupmaðurinn mest út úr þessu og neytandinn er að fá skemmtilegustu upplifuna. Gefðu íslenskum kaupmönnum einkunn að lokum í þessu? Einkunn. Okkur fer alltaf fram og við þurfum hins vegar að mennta alla stéttin okkar. Það vinna tæplega 30.000 manns í þessum geira á Íslandi. Ég meina maður stundum labbar inn í búð og það er alveg rosalega trublandi tónlist, hún er of há til dæmis. Það er til dæmis eitt sem ég tek eftir. Já, ég meina það er nú búið að þróa tækni þannig að það er hægt að greina, þú veist, kyn og aldur og tónlistin getur breyst í samræmi við þá í mengin sem er inn í verslunni. Ertu að meina það? Já, og það er meira sér hægt að hafa ákveðna lykt fyrir ákveðna hópa. Við erum ekki alveg komið þangað. Nei, við erum ekki þar. Nei, við stofnuðum verslunarskólann fyrir rúmlega 100 árum síðan til þess að geta þjálfað og sinnt kaupmenniskunni okkar sjálf óháð dönum. Núna 100 og eitthvað árum síðar þá er verslunarskólinn ekki að kenna kaupmennsku og það er mjög erfitt bara það er mjög erfitt að finna góða námsleið sem kennir kaupmennsku á Íslandi. Þannig að við getum auðvitað ekki ætlast til þess að við verðum bestu kaupmenn í heimi ef við getum ekki menta fólki okkar í kaupmennsku. Nei, það er bara að finna sér fyrirmyndir þá kannski í útlöndum. Já, ég meina iðnskólinn í Hafnarfirði var lengi vel með kennslu í útstillingum. Nú er enginn sem kennir útstillingar. Hvernig hefur þá að vera góð í því? Það fyrir bara til útlanda, er það ekki? Jú, ég meina það er ein leið. En ráðleggingar til kaupmanna. Netverslun verður meira en kaupmenn halda. Hún jókst gríðarlega í fyrra
og hún mun bara aukast núna. Netverslun frá útlöndum mun líka aukast, hún mun halda áfram aukast. Samt þó ég segi þetta, þá mun 90% af allri verslun eiga sér stað með fótunum. Já, bara fysiskt, en þessi netverslunarlest, hún er ekkert að stoppa. Nei, hún er ekkert að stoppa, hún mun bara halda áfram. Þetta er marathon, þetta er marathon í tilboðum, marathon í upplifun, þetta er ekki spretthlaup og þú verður að fara inn í vertíðina þannig. Með úthaldið? Já, og verslanirnar þurfa að vera skemmtilegar og þær þurfa að vera skilvirkar. Og ég hvet kaupmenn sem langar að ná sér í svona nýjustu inspirasjónina að heimsækja nýja búð sem Amazon var að opna í New York, sem heitir Amazon 4-star. Hún opnaði núna fyrir mánuði síðan. Og Amazon 4-star er fyrsta búð Amazon í heiminum, þeir hafa opnað einhverja bókabúðir, sem að það er eins og þú sért að gangi í gegnum netverslunina þeirra. Já, nema þú ert bara að því. Já, þarna eru bara vörur sem hafa fengið 4 eða 5 stjörnur á Amazon og þarna eru vörur sem að það er flokkað. Í heimilisvörum eru þetta topp 10, í þessu eru þetta topp 10. Þetta eru þær gjafir sem flestir vilja fá á New York svæðinu. Þetta eru þær gjafir sem að í þessi aldurshópur hefur mestan áhuga á. Við erum að tala háþróaða kaupmennsku hérna, Kjartan. Já, en þangað viljum við fara. Já. Góð ábending, við getum haldið áfram hérna í allan dag. Já, þetta er skemmtilegt. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Kjartan Örn Sigurðsson frá Verslunargreiningu, takk fyrir að setjast þér hjá mér. Ekki máli. Og heyrumst aftur síðar, þurfum að gera þetta upp síðan eftir áramótin. En við ætlum að fara í allt annað á eftir, það eru ritstjórarnir og þeir koma til Sigmundar Ernisens og vanalega Björgvin G. Sigurðsson fyrrverandi ráðherra og Ingimar Karl Helgason sem er samskiptastjóri Öryrkjabandalagsins. Og hér síðan í lokin einn fremsti frískíðakappi í heimi, það er bíómyndumann í Bíó Paradís, hann heitir Erik Hjörleifsson. Bara farið ekki langt. Límtré Vírnet hefur árabil hannað og selt húsnæði af öllum stærðum og gerðum eða allt frá litlum iðnaðarhúsnæðum upp í stærri og flóknari byggingar á borð við flugskýli, knatthús, verslunarhúsnæði og fleira. Límtré Vírnet. Við hjálpum þér að byggja, breyta og bæta. Rotturnar eftir Ragnheiði Eyjólfsdóttur er dularfull og spennandi saga ungt fólk í háska á hálendi Íslands. Ljónið eftir Hildi Knútsdóttur er hörkuspennandi bók menntaskólanema og óleysta ráðgátur. Frábærar bækur eftir íslenska verðlaunahöfunda. Mango sneiðar. Frábært millimál án viðbætts sykurs. Háberg. Jólatilboð til fyrirtækja. Litrík blanda af ávöxtum á 6.500 krónur komin upp á eldhúsborð í fyrirtækinu. Ávaxtaðu betur. Ávaxtabíllinn. Vilt þú heilbrigðara og betra líf? Á náttúrulegan hátt. Orkusetrið. Nýi ökuskólinn. Öll ökuréttindi og öll vinnuvélaréttindi. Meirapro.is. Flott föt fyrir flottar konur. Stærðir 38 til 58. Belladonna. Skeifunni 8. Sendu ljósmyndir beint í Wi-Fi myndaramanna frá Svíks með einföldu appi. Computer.is Skipholti 57. Það var komið að ritstjórnum sem rífa nú munnin og rýna í helstu fréttamál líðandi stundar. Það er á nóg að taka. Við ætlum að tala alþjóðhyggju og þjóðernishyggju sem fer vaxandi að því að virðist, allt svo það síðan nefnda. Við ætlum að tala fjárlögin sem eru núna til tals á þingi og hvort þeir sjá í stað að Vinstri græn séu í þessari ríkisstjórn og við ætlum að tala velferðarmálin hjá á næstu mínútum. Ingimar Karl Helgason, samskiptastjóri Öryrkjabandalagsins og ritstjóri þar á bæ og Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi þingmaður og ritstjóri nú á Suðurlandi, verið velkomnir. Björn Bjarnason var hjá mér hér í gær fyrrverandi ráðherra að tala þriðja orkupakkann og EES og talaði fullkominn spuna að hálfu þeirra sem er að ráðast á orkupakkann og eru á vissan hátt í einhvers konar svona pólitísku daðri þá veru að segja sig frá EES-samningnum. Hann talaði að það myndi færa okkur 50 ár aftur í tíman, aftur fyrir EFTA og var ómyrkur í máli og talaði þetta bara beint inn í íhaldsklíkunni í Sjálfstæðisflokknum og gegn henni að þér virtist. Björgvin, þetta er athyglisvert hvernig menn reyna að þyrla upp moldviðri út af þessu.
menn sem jafnvel komið með þetta sjálfur á færibandi í ríkisstjórn Sigmundar Davíðs. Það er ekki hægt annað þegar hort á atburðarásin í heild sinni og sérstaklega það og þá staðreynd að þetta er einmitt eins og Björn sagði fullkominn pólitískur spunni. En leiðir þetta dæmi hvernig þessi einangrunarhyggja, popúlismi og þessi skelfingapólitík sem fer eins og eldur í sinu núna heiminn, skila sér hingað í þessu formi. Þarna er þetta mál tekið af þeim sem að vilja svo sannarlega einangra landið eins og kostur er, mögulega eins og þú sagðir að hann daðra við það svona í sínum pólitísku dagdraumum að landið hreinlega segja sér frá EES-samningnum Ísland og svo þegar málið er skoðað. Þá kemur náttúrulega ljós að það er ekkert á bakvið spunan. Það er engin hætta á ferðum og það var miklu meiri breytingar. Ég sat í iðnaðarnefnd Alþingis undir þá forseti sem þá laut forseti Kristins H. Gunnarssonar 2003-04 þegar annar orkupakki var innleiddur og það voru miklu stórkostlegri breytingar sem höfðu veruleg áhrif hér innanlands sem það hefði mátt deila miklu meira eða rökræða. En þegar þessi þriðji kemur þá er ekkert í rauninni sem að kallar á þessi viðbrögð eða tefli neinu hér í uppnám, heldur langt frá því. Og menn að segja, ef að verður einhvern tíma lagður sæstrengur hér yfir Atlantshafið, sem fyrsta lagi afskaplega ólíklegt og í öðru lagi í mikilli fjarlægð og alveg sérmál. En hann hefði fyrst og fremst verið að nota þetta til að keyra upp einhverja umræðum að hér séu örfáir menni að verja fullveldið og framsala á valdi til útlendinga og allt þetta og þeir uppi staðir ekkert á bakvið það. En auðvitað er þetta líka partur af umræðunum með Evrópusambandið og þess vegna hlýtur þetta skoðast líka í því ljósi. En mönnum tekst vel upp í þessu moldviðri, það er svo auðvelt að búa til grílu úr Evrópusambandinu nú stundir. Já. Mér finnst þetta svolítið kjánaleg umræða, ef ég er bara algjörlega hreinskilinn. Og ef ég tala bara fyrir sjálfa mig, ég er ekki talsmaður Öryrkjabandalagsins, hafið það á hreinu, að ég trú ekki Sigmundi Davíð. Þegar hann í þessum Panamaskjölum, þá laug hann eins og var langur til og oft og ég sé enga ástæðu til þess að hann hefur ekkert gert til þess að bæta fyrir það eða auki sinn trúveruleika. Þegar menn fara að æpa hér fullveldið í tengslum við eitthvað sem Björgvin lýsir ákaflega skilmerkilega sem í raun og veru minniháttar máli í samanburði við það sem við höfum farið í gegnum áður. Við erum aðilar að NATO, hvað er fullveldið þar? Við erum aðilar að Schengen, hvað er fullveldið þar? Og svo framvegis. Og EES-samningurinn sjálfur? Jó, sjálfsögðu EES-samningurinn. Og þannig að þegar menn fara ég held að ógnirnar sem að steðja okkur og fullveldan okkar eru miklu meira þættir á borðið misskiptingu og hvernig við búum að okkar fötluðu fólki, sjúklingum og öldruðu fólki. Við erum að eldast fullveldið okkar og í raun og veru okkar varnir og þetta snýr alltaf að fólkinu okkar en ekki að einhverjum uppblásnum hugmyndum einhverja 19. aldar þjóðfrelsisbaráttu. Sá tími er einfaldlega liðinn. En Björgvin, maður finnur þann tón í umræðinu að alþjóðahyggjan sem spratt fram í kringum 2000 og heiminum var einu á að giska sama svæðinu, ef maður einfaldar það. Það er bakslag í þessu alþjóðahyggju og með aukinni þjóðernishyggju, trompisma, nefna sumir, þá rísa víggarðarnir. Við sjáum bara garðinn milli Mexíkó og Bandaríkjanna og menn sjá bara hvernig þetta er háttað í Ungverjalandi, umræðan í Póllandi, sama sinnis Brasilía, reyndar í Vestur-Evrópu líka, við tökum Holland með og í rauninni Frakkland. Þannig að vígirðingarnir eru að rísa, við erum að hólfa okkur aftur niður. Mikil ósköp og þetta náttúrulega hlýtur alltaf að skoðast í þessu stóra samhengi. Alþjóðahyggjan á kannski eðlilega undir högg að sækja eftir efnahagshrunið alþjóðlega fyrir 10 árum síðan. Að þetta er það í einhverjum skilningi afleiðing af henni líka. Skortur á regluverki, eftirliti, utanumhaldi stjórnvalda og þátttöku stjórnmálanna í þessu öllu saman. Þannig að það er eðlilegt. En þess vegna þarf að finna líka einhverja málefnaleið til að sporna við svarið er ekki einangrun og vígirðingar og múrar á milli Mexíkó og Bandaríkjanna og annar ríki og sjá líka hvernig þetta skila sér til þess bara í
pólitíkin í Svíþjóð sem núna í úlfakreppu út af sigri Svíþjóðademókratana. Og þessa umræðu alla hér heima og erlendis og allstaðar settum við alltaf í samhengi við það mál sem að tröllríður öllum fréttum á Bretlandseyjum, Brexit. Einhvern stærsta pólitíska harmleik seinni tíma sem virðist alltaf skila landinu mörg ár og áratugir jafnvel aftur í tíman, fullkomið uppnám í breskum stjórnmálum í öllum flokkum, eða sem sagt báðum stóru flokkunum, þó að sökina í því leiki hjá David Cameron og íhaldinu sem að teldi þessu í þjóðaratkvæði. En verkamannaflokkurinn hefur ekki getað einhvern veginn fundið sig alveg í þessu heldur fullkomlega. En þeir eins og að segja þá leiðin að fara inn í einhvers konar EES samstarf eins og Noregur og Ísland og þá segja allir nei, það miklu verra, þá betra að vera inn í Evrópusambandinu af því að þar höfum við engin áhrif sem auðvitað stærstu rökin með aðild hér heima. EES-samningurinn góður, hann skilað okkur óhemju miklum árangri og bata á mörgum sviðum félagslega og efnahagslega, en það vantar alltaf áhrifin og lýðræðislega þáttur inn í þetta og það segja Bretarnir að þess vegna sé það óhugsandi. En sko, Björgvin, þú ert reyndur í þessum málefnum, búin að sitja lengi á þingi, sko, heldur að sé einhver pólitísk færi í því að tala þjóðina þannig til að hún vilji fara út úr EES-samstarfinu? Það held ég ekki. Ég held alveg að heldur þú sé ekki einhver 10, 15, 20% Jú, örugglega, nákvæmlega. Ég held einmitt sko þetta sé fínn vettvangur og leikvöllur fyrir einhverja sem vilja ná hluta með sér, sem sagt jafnvel að byggja eða viðhalda stjórnmálaöflum í kringum þetta. Það er örugglega hægt að sannfæra einhvern hluta, örugglega minnihluta í dag, mikið minnihluta, en auðvitað vitum við sem aldrei hvert það leiðir. Sjáum nú hvert þetta leiddi í Bretlandi, þar sem að enginn taldi, eða fáir töldu það líklegt, ekki einu sinni forystumenn útgöngu sinna, að þjóðin myndi samþykkja og svo fór að 52-48 í lokametrónum. Þannig að þetta er leikur að eldi. Það er leikur að eldi að keyra upp andstöðu við EES-samninginn og alþjóðleg viðskipti sem getur skilað sér með mjög margvíslegum og alvarlegum afleiðingum jafnvel eftir mörg ár. Af því að við erum svo háðir þessu og Björn Bjarnason nefndi einmitt í þættinum í gær sko að fyrir ferðaþjónustuna og sjávarútveginn skiptir það sköpum að hafa aðgang að þessu frjálsum. Þetta er undirstaða allra þeirra velmögunar sem við njótum á Íslandi í dag í raun og veru. Og svo má fara út í umræðinu gjaldmiðlun og allt það. Við viljum fara rauk fyrir því að það sé leið til að njóta miklu meira öryggis og meiri velferðar, en það er önnur umræða af því að EES-samningurinn er fyrir utan það og lýðræðislega þáttinn að þjóna sínu hlutverki afskaplega. Gott vel. Förum aðeins yfir í aðra sálma, Ingimar Karl, þú varst að koma mjög merkilegri ráðstefnu sem heitir Hvar á ég heima? Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu héldu hana og þarna var að vera að fjalla velferðarkerfið okkar og maður spyr sig hvort við okkur hafi á vissan hátt mistekist að búa til gott samfélag. Á ráðstefnu kom fram að það er fjöldi fólks undir 60 sem býr á öldrunarheimilum, fyrir vikið komast aldraðir ekki þangað inn, af því það er engin önnur úrræði fyrir það. Við sjáum hvernig heilbrigðiskerfið er leikið þrátt fyrir að 85% landsmanna vilji styðja Landspítalann eins og frekast er unnt og víðar í svona samfélagsþjónustu eru brotalamir, en að þessar ráðstefnu komi fram mjög válega tíð. Var það? Já, ég mista því. Sem sagt, það má náttúrulega margt gera betur og við mögum ekki gleyma því að það er víða margt voðalega vel gert. Við erum alltaf að þróast, það er að koma nýjar hugmyndir. Þessi stofnanaúrræði sem við köllum, það er ekki langt síðan við töluðum mikið það að fólk ætti að geta fengið að búa heima hjá sér eins lengi og það getur fram eftir aldri. Það er mjög mikilvægt að við köllum þetta bara sjálfstætt líf og sjálfstæða búsetu. Ég vil ekki þurfa að aðri ráði því hvenær ég má baða mig eða hvað verður í matinn. Og við hljótum að geta heimfært þá sömu hugsun upp á annað fólk, hvort sem að það glími við sko elli eða fötlun eða eitthvað annað. En við sjáum sko hins vegar að það eru þetta vandamál þarna sem eru brýn til úrlausnar og líka það að koma á, hvað maður að segja, nýjum úrræðum, þetta er alveg rétt sem hún segir að það er margt sem má laga og það er kannski ekki síst sko hugsunarhátturinn sem við þurfum að breyta fyrst og tileinka okkur þetta sem ég var að tala í sumum tilvikum eiga svona stofnanaúrræði í hjúkrunarheimili og fleira algjörlega við. Líka gagnvart fólki sem er yngri en 65 eða 67 ára. En við viljum auðvitað leggja okkur fram með það að fólk geti notið lífsins með sem bestum hætti og notið allavega þegar lágmark lífsgæða að til dæmis að geta ákveðið sjálf hvenær það vill baða sig.
En Björgvin, svo við færum þetta eins út sko, í samfélaginu erum við ennþá að halda upp í átökum milli til dæmis öryrkja og stjórnvalda. Árið 2018 erum við ennþá með króna móti krónukerfi sem er búið að lofa, mér langar að segja, áratugum saman að afnema. Okkur tekst ekki að búa hérna til það samfélag sem svo margir þrá og vilja fá. Við þurfum ekki að fara nema árættur í tíman að allir flokkarnir, að ég held ekki að fullir sjálfstæðisflokkin, ég er ekki alveg með á hreinu, lofuðu því að minnstakosti að endurskoða þetta, endurskoða skerðingarnar, en að það mætti vera miklu einfaldara, auðveldara fyrir fólk sem bæði er á örorku og á eftirlaunum að vinna líka á þess að fara strax að skerða. Þetta er svona grundvallar atriði, sem að þú getur gert þetta, að þetta hefur svo mikil áhrif í för með sér fyrir einstaklingin, virknina, þáttökuna, fyrir utan bara beinan ábatar sem þetta skila sér út í samfélagið aftur, að fólk geti verið að hluta til á vinnumarkað áfram. Þetta er heilbrigðismál líka? Þetta tekur inn til alls, og eins og Ingimar Karl var að lýsa sko, og má segja sko, það er svo mikil þörf á því að svona einhvern veginn að endurmeta velferðarstefnuna í heild sinni fyrir alla aldurshópa og ekki síst fyrir hinn sístækkandi hóp eldra fólks. Þannig að það skiptir mjög miklu máli, og þú vísar aðeins aftur í tíman og átökin sem voru hérna fyrir 15-16 árum þegar Davíð Oddsson og Garðar voru sitt á hvori línunni, sitt á hvorum endanum, forsætisráðherrann og formaður Öryrkjabandalagsins, gífurleg átök sem að enduðu neyvilt með því að formaður Öryrkjabandalagsins var kosið maður ársins og þjóðin stóð svo innilega með þeim öryrkjum í þessu máli. Og þetta voru mikla byltur og mikil átök. Og það er eiginlega svívirðilegt að þessi átök skuli einhvern veginn ennþá þurfa að blossa svona upp, af því að ef þú færir út á meðal almennings og spyrðir, þá er svo mikill yfirgnæfandi stuðningu við því að gera eins vel og hægt er. Og það er hægt að gera vel á þess endilega að það kosti alltaf svo mikið, eins og til dæmis að byrja á því, eða ásamt öðru auðvitað, að lagfæra þessar skerðingar. En sko, orðfæri er ennþá með þeim hætti að Bjarni Ben bara sittur ofan í við öryrkja og forystu þeirra varðandi bættan hag. Myndi svona óþægilega á þessi gömlu átök. Mjög óþægilega, og það var ekki heppilegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn og forystufólk hans í dag. Já, þetta á náttúrulega við fleiri. Við heyrðum Katrínu Jakobsdóttur segja í gær, það er búið að setja 9 milljarða á 2 árum, þetta er framkvæmdastjórn, og nú horfi ég í augun á þér og segi, ertu ekki ánægður? Ég er búin að hafa 9 milljarða. Viltu ekki þakka mig fyrir, frekar en að vera að gagnrýna mig? Og það er svona sem maður upplifir sko ráðherrann í ræðustól þegar hann talar, svona er ekki vissum að hann sé endilega að meina þetta, en þetta er svona það gamla góða eða gamla vonda öllu heldur, að fólk svona talar yfir fólk. Viltu ekki að öryrkjarnir kjósi þig? Þá ertu að segja öllum hinum hvað þú sért góður við öryrkjarna. En í staðinn fyrir að eiga bara samtalið og segja sko, ég meina við hvernig verið að tala þegar þú segir við höfum hækkað svo þetta og þetta svo og svo mikið, og fólk sem hefur ekki kannski aðra möguleika framfærslu, það kannski verður voðalega lítið vart við það. Og við höfum séð það bara í tölulegum upplýsingum að þó svo að kaupmáttur hafi nú blessunlega, ég meina, hann hefur farið vaxandi víða, en það er víða pottubrotið. Við sjáum það bara hvernig Sólveig Anna talar í Eflingu og núna Drífa Snædal komin í forsæti Alþýðusambandsins sem er mjög gott, og Ragnar í VR. Að það þarf að draga úr bilinu á milli þeirra sem eru, og þetta á líka við sko öryrkja sem eru líka lágtekjufólk fólk. En hafa þeir sannarlega setið eftir þetta deilt? Sko auðvitað eru öryrkjar fjölbreyttur hópur. Það er fullt af fólki sem er með sko skerta starfsgetu sem kannski hefur samt möguleika á að vinna og er ekki að fá örorkubætur, af því að kannski ef ég er með gigt en getur unnið sem verkfræðingur 6 tíma á dag eða eitthvað slíkt og svo framvegis. En það er hérna hópur sem að glímir við og er í mjög alvarlegri fátækt og þetta er ansi óþægilega stór hópur sem er skömm fyrir okkar samfélag og við getum alveg, og við lögum það ekki með því að kalla úr ræðustól Alþingis að það sé verið að móka einhverju milljörðum sem að enginn svona einhvern veginn fattar, og svo þegar sem sagt, talaður að skerði ekki þegar þú ert búin að lofa einhverju fjármálaáætlun sem kom fram í vor. Þú lofar því í fjárlagafrumvarpinu þegar það er lagt fram. Ég ætla að gefa þér 4 rúsínur. Hérna er eina rúsínur. 4 rúsínur. Ég lofaði 4 rúsínum en þú fær bara 3. 3 rúsínur.
En þið fáið það svo næsta ári, en byrju það vantar alltaf eina rúsínu. Þannig að mér finnst málflutningurinn í stjórnvöldum kannski ekki alveg nógu trúverðugur rétt þessar myndir. Segir Ingimar sem fær sér eina rúsínu í tilefni dagsins. Sér þess stað að Vinstri grænir í ríkisstjórninni, leiða ríkisstjórnina? Sko fjárlögin eru sett fram og svo sumpart dregin aðeins tilbaka strax og bitna þar af leiðandi eins og Ingimar Karl segir á þeim kannski sem síst skildi. Sjálfsagt eru Vinstri græn að reyna að koma ýmsu til leiðar af sínum stefnumálum inn í þessu samstarfi. Ekki dregum að það í efa og eitt og annað sem ágætt að sjálfsögðu. En það sem skyggir svo á það, á þann árangur ef einhver ég svo sem ekki orðin sérstaklega varfið upp á síðkastið, annars vegar veiðigjaldamálið og þessi miklu, og sérstaklega sneipuförin í fyrra, sem að Indriði Þorláksson höfundur þessara mála einhvern veginn rammar svo vel inn á kjarnanum núna í grein og aftur núna, þó það sé með í annarri útgáfu, þá birtast Vinstri grænir þarna sem talsmenn þeirra stærstu í samfélaginu, en ekki þeirra minnstu. Og það auðvitað ákaflega óheppilegt fyrir hinn meinta sósíalistaflokk á Íslandi sem núna starfa með hægri flokkunum tveimur í ríkisstjórn sem að mörgu leyti gengur samt samstarfið ágætlega því að þeir virðast bara ná svo vel saman. Þetta eru flokkarnir sem eru á móti kerfisbreytingum, bæði varðar stjórnarskrá, gjaldmiðilsmál og annað þar sem mestu skiptir í landinu. Vitaskuld gera þeir margt annað ágætt sem að samstað á milli allra flokka og sama hverjir í stjórn, þá ná menn yfirleitt fjárlögunum meira og minna saman, en svo það áhersluatriðin, eins og þessu sem við nefndum áðan, þegar kemur að öryrkjum, þegar kemur að veiðigjöldum og auðlindamálum og slíku, þar virðast þeir ná prýðilega saman undir merkjum Sjálfstæðisflokksins. Ingimar, mér finnst þessari ríkisstjórn líða hreint ágætlega. Katrín skapar góða ásýnd hennar, Bjarni bara til friðs og sömuleiðis Sigurður Ingi. Það eru örfáir innan Sjálfstæðisflokksins sem fá að gelta öðru hvoru og það bara sett á svið. Sömuleiðis 2 eða 3 innan Vinstri grænna sem fá að gelta líka, eða mjálma skulum við segja, öðru hvoru og það bara sviðsleikur. Það kattadjókurinn hann frá því 2013. En öðru leyti sýnist manni þetta bara verið ríkisstjórn sem getur setið í 8 eða 12 ár? Já, það virðist nú vera ágætis friður á stjórnarheimilinu og ég að reyna í seinni tíð, maður komin á 50-aldurinn og að tilenga mér einhverja þolima. Það náttúrulega mjög erfitt fyrir fólk sem næri ekki endum saman að tilenga sér það og ég held að þessi ríkisstjórn og það alveg Vinstri grænar áherslur í þessari ríkisstjórn. Það verið að bæta peningum inn í heilbrigðiskerfið og menntakerfið og það umhverfismálin, þó séu kannski ekki með kostnaðarsami málaflokkur, þá skýr áhersla í þá átt. Það eru hins vegar alls konar mál eins og Björgvin kom inn á og við sjáum allt í einu Lilja Rafney, þingkona Vinstri grænna, orðin einhvern veginn lítur út eins og talsmaður stórútgerðarinnar og það kannski ekki það sem henni efst í huga, það sem hún að raun og vera að segja, en hún lítur þannig út. Og það náttúrulega ákaflega slæmt. En ég horfði á óundirbúna fyrirspurnir í þinginu í gær og þar var meðal annars forsætisráðherra til andsvara og það einhvern veginn blasir svo óbúslega við hvað Katrín Jakobsdóttir mikil yfirburðamanneskja í íslensku stjórnmálum. Að það blasir við og hún manneskja sem getur sætt ólík sjónarmið og það að því að Björgvin nefndi nú stjórnarskrána að þá held ég nú að Vinstri græn séu nú alveg áfram þessa stjórnarskrá en það þarf líka að ná saman önnur mál og þetta nú komið í ágætisferli hjá henni Katrínu en þó svo auðvitað séum aldrei ánægð vegna þess að konungsstjórnarskráin frá 19. öld sem að var samþykkt miðja síðustu öld að hún þarf ekki bara viðgerðir, við þurfum nýja. Björgvin, þú varst hjá mér í byrjun hausts, ef svo má segja, og þá varst að tala að stormurðinn, hann væri eiginlega uppseldur. Þú ert komið með bókina 10 ár frá hrunnu og þú ert komið með þetta á netið. Það má eiginlega segja að við vorum daginn þegar við vorum að ræða í aðdraganda 10 árum frá hrunni, að þar með hafi nú síðustu kassarnir farið eftir í kringum það. Það var átt leita til mínu bókina sem að skrifa ritgerðir og vinna heimildavinnu og ég átt þau til í gegnum tíðina. Og svo var mikið leita eftir henni núna, þá kom til greina annarkot að prenta aftur en svo fekk útgefandinn þá hugmynd að
að það væri líka hægt að fara þá leið að setja hann upp á netinu, bara undir sérstakri síðu, þannig að við byggum bara til síðu stormurinn.is, þar sem bókin opin og gjaldfrjáls öllum sem að vilja og hafa áhuga á að lesa hana og kannski sérstaklega til að hafa hann aðgengilega svona upp á heimildarskoðun seinna, þannig að mér þótti það ágætlega og fekk fín viðbröð á það. Ég opnaði þetta nú bara núna helgina. Gott hjá þér, Björgvin G. Sigurðsson og Ingimar Karl Helgason, bestu þakki fyrir að koma og ræða svona helstu hitamál og fréttamál líðandi stundar. En við förum að skipta þér yfir í allt önnur mál, skellum okkur á skíði, jafnvel á að giska hættuleg skíði. Sjóvá efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvoginni. Við gleðjumst yfir því að viðskiptavinir okkar séu ánægðari. Gerum tryggingar betri. Sjóvá. Gjafakort Bónus gjöf sem kemur á góðum nótum fyrir alla og fæst í öllum verslunum Bónus. Sparaðu tíma og fyrirhöfn, gefðu gjafakort Bónus. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Búðu þig undir hátíð ljóssins með heimsókn í sennilega fallegustu ljósabúð landsins. Ljós og lýsingaráðgjöf á einum stað. Paff, Grensásvegi. Húsumsjón eignaumsjónar ný þjónusta við húsfélög og rekstrafélög þar sem eftirlit og umsjón með sameigninni. Green Diamond harðkorna dekkin, umhverfisvæn, endurunnin og valda ekki svifryki. Harðkornadekk.is. 1-2 og elda býður upp á fjölbreyttar og bragðgóðar uppskriftir. Veldu réttina í þinn matarpakka á 1-2.is. Hvernig væri að renna suður með sjó og fá sér góðan mat og góðan bjór? Fish House, Grindavík. Komið sæl, hjá mér sestur Erik Hjörleifsson, en myndin Hoji verður sýnd í Bíó Paradís og hún fjallar einmitt hann Erik. Við ætlum að tala aðeins við Erik, en við ætlum fyrst að kíkja á þessa mögnuðu stiklu. Started filming with Matchstick in 2004. I was 21 years old. Ruined my life. I really don't think Hoji's slowing down. If anything, he's getting better, like fine wine. Já, þetta hreinlega mögnuð mynd og verður. En hi Erik, thanks for seeing me. Well, yeah, thank you for having me. Straight from the plane. Straight from the plane. Tell me, now you are a free skier, a professional free skier. Can you tell me a little bit about yourself and your background? Yeah. No, I've been very fortunate. I've grown up on the west side of Canada, born in the Canadian Rockies. Yeah. So I was exposed to skiing at a very young age, and my parents were both avid skiers, and yeah, kind of got my brother and I into the sport when we were quite young, and allowed us to learn pretty quickly and put us into ski racing, and did that for a few years, and that was kind of right as the sport of skiing was changing quite rapidly, and this new style of skiing, freeriding, was kind of being invented, let's say, by people all over the world, and I immediately kind of was drawn to that as a young teenager, and pursued that for many years, and I've had a long career filming in mountains. But when were you determined to be like a professional free skier? Was there a certain time in your life when you were like, yes, I'm going to do this? Yeah, I mean, I think probably watching some of the early ski films that I was able to see back then, renting them on VHS tapes from the video store.
And then that was kind of like the first time you would see people skiing, let's say, professionally in a way, that weren't ski racers or mogul skiers. They were out in the mountains skiing aggressive terrain and doing tricks and catching big air. And so immediately that was, I was like, I want to do tricks. I want to catch big air. So the movies were a great impact on you, and so these movies, these ski films that we're doing right now, they must influence people, and especially young people, to become professionals. Yeah, I think as it's kind of the action sports culture, you know, you see it in many of these sports that have kind of developed a lot in the last 20 years. It's the kids that are exposed to, you know, this high level of skiing or riding or whatever sport it is, they are drawn to that, and they want, you know, kids, they can do anything. So they watch it a few times or hundreds of times if they really like it, and then they can go and try somehow. And it's the youth that really drives the progression of these sports, which are based on progression. Everyone wants to see the next new thing, the next best move. Of course, and the athletes always become younger and younger. Yes. But to do this type of sport, do you have to be a bit fearless, or is fear maybe very important? I think it's always good to have fear. You know, that's actually what keeps you, keeps yourself safe. It helps you make decisions. But at the same time, you have to enjoy fear. So it's that kind of risk-reward, which is also a youthful kind of mentality. So when you're young, you just think of the reward and you're willing to jump off something, and you don't really understand real pain or bad injuries yet, probably. So as you grow older, you see this happen, or it happens to you, and then you become more cautious, let's say. Fear kind of grows with you in these type of sport. Have you ever been in life-threatening situations or had a life-threatening injury? Certainly not life-threatening, but I've had, many injuries, and I've been in kind of rescue situations where we're helping people. You know, part of our team of people, someone gets in an avalanche and you have to get to them. But fortunately, for how much I've done it, it's always been a very positive outcome, and not actually having to dig someone out from meters under the snow or anything like that and resuscitate them. But I mean, that's part of the risk, and it certainly happens. But about Hoji, you yourself, you're called Hoji, and the name of the film is Hoji. But what is it? What does Hoji mean? Well, it's kind of the byproduct of the North American community not understanding the pronunciation of my last name with the H and the J, which comes from Iceland. So growing up, it was always a big confusion. Whenever someone had to read your name, or they would just panic. They're like, it's just not in the English language very much at all. So that kind of transformed. Sometimes I was being called Hjorleifsson, and like just kind of bad pronunciations, and eventually that got shortened to Hoj somehow, and then Hoji. And it was just a kind of over, I guess, probably 5 or 6 years within the group of skiers I was working and filming with, it just evolved into Hoji, and then that, it got spread throughout the skiing community and the industry, and then now the film's called Hoji, so I'm forever Hoji now. Yes. The film Hoji will be in Bíóparadís tomorrow, and hopefully we'll see Icelandic, very many Icelandic people there, and there will be. Congratulations on your film, and thank you for visiting us here at Hringbraut. Yeah, you're very welcome. Thank you for having me. Þátturinn ekki lengri að sinni. Við þakkum ykkur kærlega fyrir komuna hérna í kvöld. Verið sæl.